Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 9:10, 7. júlí. Og hérna hjá mér eru konir góði gestir. Það eru Torfæru Kappar og það er Eðvald Orfi Guðmundsson og Ívar Guðmundsson og Snorri Þór Árnason. Komið sælir höfðingjar. Já, takk fyrir það. Ég ætla að kanna hvort það heyrist ekki ábyggli í ykkur öllum. Og hvað er þessi? Blessaður Orri. Sælir. Og Snorri. Já, takk fyrir mig. Já, og Ívar. Halló. Já, það heyrist í ykkur öllum. Það er glæsilegt. Bara lækka þessi í stefinu þannig að hlustundu heyri í okkur öllum. Herri, en hérna, nú er Torfærin á fullu og hvað, það er fjórða umferðin framundan eða fimmta, ég er svo ruglaður í þessu. Fjórða. Það er fjórða næsta og það er á Suðurlandi. Það er á Suðurlandi, hérna upp á Hellisvegi. Já. Litlu kaffistofu. Jósefsdal. Jósefsdal, Bólöldum. Er það skemmtileg keppni þar alltaf? Það hefur allavega verið tildrafið mikið. Já. Rattabrekkur og háar og Já. fullt af fjöri. Og þú tekið þátt hvað áttu þarna? Ég, 3-4 sinni sannlega. Já. En þú, Orri? Þú byrjaði í fyrra, eða ekki? Já, ég er ekki bara í þriða sketti núna á laugardaginn. Já. En þú, Snorri? Það er annars getið að mér. Annars getið að þér? Já. Ég ætla að byrja að því að, svona fyrir þá hlustinu sem við hafa ekki hugmyndum við hverju við erum að tala að þá byrjaði þér, Orri, að þú ert að keppa eða ekki í götubílaflotnum. Jú, rétt eða. Já, og hvernig bíl ert á og hvað heitir kvikítið? Herðu, hann heitir Pjakkurinn. Já. Og þetta er bara Willis, gamall Willis. Og Gamall reynslubolti þessi bíl. Já, og af hverju heitir hann Pjakkurinn? Það er bara út af ykkur, sko. Já. Það heit út af neinu, sko. Og þú ert að keppa núna í, já, annað tímabilið þitt, eða ekki? Jú, þetta er annað sumarið. Já, nákvæmlega. Þannig að maður er byrjandi en þá vonandi. Já. En Snorri, þú ert Íslandsmeistari. Já. Og eru þeir ekki að reyna að keppa við þig alltaf þessir? Jú, þeir reyna alltaf, sko. Já. Og á hvernig götubíl ert þú? Ég er í sérubúnum. Já, þú ert í sérubúnum. Ég er orðinn svo ruglaður í þessu. Það er svona þegar maður kemur beint á fjósinu og hingað. Já. Nei, ég er í sérubúnum og jú, þeir reyna að hanga eitthvað í mér þessir gömlu kallar, sko. Já. Og hvað heitir hérna skrifslið þitt? Hann heitir Kórdrengurinn. Kórdrengurinn? Já. Og hann er náttúrulega fyrirhundi Íslandsmeistari, eða ekki? Jú. Já. Þannig að þú hefur ekki tekið það sem er lægstur. Nei, maður heldur bara áfram. Já, nákvæmlega. Og Ívar Guðmundsson, þú ert eins og er í götubílaflotnum. Ég er í götubílaflotnum, já. Og hann, ef ég man rétt, það hétt Kölski, eða ekki? Jú, hann heitir Kölski. Já, og heitir það ennþá? Heitir það ennþá. Það er bara gamall Willisjeppi sem er búið að græja svona til í gegnum árin og það henda bara fínt í þetta. Og í hvað skipt ert þú að taka þátt núna? Þessi ekki fjórða tímabili mitt. Það er fjórða tímabili. Þannig að þú ert á reynslubolti? Já, ég er sannlega ekki lengur byrjandi. Nei. Veitu, varst það ekki þú sem férst hérna velun í fyrra fyrir hérna tilþrifin? Ég fekk velun síðustu keppni fyrir tilþrif. Já. Og hvernig tilþrif varstu þá að sína? Það var 5. braut á Egilsstöðum, þá var ég einn sem fór þar upp. Frábært, þú sér að nefna það. Þú veist þetta ekkert með góða reynsla þessu? Þetta er svolítið galli stundum, sko. Þegar mér gengur ekki vel, þá gengur honum alltaf vel, sko. Já. Það er eiginlega í flestum keppnum. Já. Tilþrif eru veitt fyrir, sko, tilþrif er til dæmis ekki veitt fyrir veltur. Nei. Velta er meira klúður en tilþrif. En þú ert hérna, já, fyrir næstu helgi þá ert þú fyrstur og það var verið að setja hérna inn á sportþáttinn að þú verið fyrstur í fjórðubraut eða merkingabrautina og spurningin mun að komast upp eða hallin og mikill fyrir Kölska. Það verður bara komið í ljós. Já, það er búið að teikna hérna eitthvað voða fallið, þið endilega kíkja á Facebook síðu sportþáttarins eða Torfæru Klúbb Suðurlands, það er skemmtileg teikning af þessu öllu saman. Þetta er stundu svolítið bratt og maður trúið því ofta ekki að maður eigi að fara að keyra upp þegar maður getur ekki eins og nálægt í labbaða. Nei, nákvæmlega. En maður þarf að vera hálf bílaður eða ekki til þess að vera að keyra svona torfærubíla? Já, eða ekki bíla, ég veit að, jú, örugglega. Já. Þetta er náttúrulega eitt skemmtilegustu keppni sem hægt er að fara á. Þetta er frábær afþreying fyrir áhörundur, fullt af tiltröfum, 1500 kall, eða heilum lögadegum í fjölskyldinu ykkur staðar að horfa á brjálu tiltröf, ég held að það geti ekki verið skemmtilegra. Nei.
nákvæmlega. Hvenær byrjuðu þið að hafa á torfæru og kannski byrjaðu þér orði? Ég veit nú ekki hvenær svo sem maður hefur alltaf blundað eitthvað bíláhugi bara. Já. Og já, svo byrjaði maður náttúrulega bara að vera í ykkur serviceliðum og svona og svo óvart keypti ég hennar bíl síðast að sumar. Óvart? Já, það var ekki ætlunin en Nei. það bara gerðist. Og þá varstu bara ósjálfrætt komin í torfæruna? Já, svona, þá var maður á ökumaður allavega. Já. En þú, Snorri? Þetta svo sem byrjaði sem pjakkur sko en maður bjóst ekkert við því að fara í þetta eitthvað næsta árum allavega, svo kom þetta bara. Já. Og varstu þá með einhverja fyrirmyndi þegar þetta var svona mikil í tísku alltaf í sjónvarpinu, var eitthvað þá sérstakur sem var í uppáldið þig? Já, náttúrulega alltaf Halli P. sem smíða hennar bíl sem ég er á sko. Já. Maður svíkur það ekki. Nei, það er bara góðið. Já, það er það. Já, nákvæmlega. Maður er að reyna að halda í eitthvað. Já. En þú, Ívar? Þetta var nú alltaf heima, maður hafði gríðarlega ná þessu og var að horfa á þetta á Vaffa.s alveg spólandi þetta aftur að baka áfram alveg horfandi á Árna Kóps og svo Gunni Eils og Gísla gefa alla þess að kalla þetta maður hafði alltaf alveg mjög mikið ná þessu. Já. Og svo er ég búinn að vera í kringum þetta alveg síðan bara 2003 eða eitthvað sem servicemaður og svona spáði spilin í þessu. Já. En hvernig er það í göttubílaflotnum? Þú þarft að, eða ekki, eða í bæði sér útbúinu, ef við byrjaðum eins á göttubílaflotnum, að þú þarft að vera með það ekki ákveðið svona teimi í kringum eitt bíl? Þetta er náttúrulega langt frá því að maður sé að standa í þessu einn. Já. Það er náttúrulega með frábæra menn með sér sem að maður rústar tækinu og það er iðulega komið í lag fyrir næstu þraut. Maður gerði það ekki að maður staði bara einn á nærbúksunum ykkur staðar. Nei, nákvæmlega. Já. Og hver eru all töffararnir þarna bak við tjöldin að þér? Við Orri erum með svona sameiginlegt teimi í þessu og það eru svona 5 til 8 strákar. Já. Og Snorri, þú ert með þá sér tími? Já. Við erum alltaf úr hver að gera, það er alltaf annar hópur svo sem. En það er að sama bara 5-6 strákar og eitt gamalt kall, það er pabbi. Já, eitt gamalt kall. En maður gæti aldrei staðið í þessu nema þeir væri á bak við þetta. Nei. En þið eru náttúrulega vanið því að rústa bílum og þetta er náttúrulega svolítið dýrsport, eða ekki? Jú, ég fæ þessa spurningu nú oft, hvort það sé ekki alveg rosalega dýrt, en það er ágætt að svara þið bara þannig að maður fattar það allavega ekki þegar maður er 70 og maður glemt að gera allt sem maður þykir gaman. Já, nákvæmlega. Við erum ekkert að spyrja sem 70, akkur tók ekki þátt í þessu blessaði torfæru? Það er allt sport dýrt. Já. Saman hvað það er. Þannig að ég verði að fara að drífa mig að fara að kaupa mig jeppa. Það er ekki seinna verna. Nákvæmlega. En nú er fjórðan fyrir að fara fram í Jósefsdal og já, við ætlum að gefa miða hérna á eftir og þú ert með fullt af miðum með það ekki orri eitthvað staðar og... Jú, það er leynistjarni eitthvað. Já, þannig að það verður ykkur heppin hérna í þættinum í kvöld en við ætlum að byrja á að setja aftur Hemma Gunn og þú varst með eitthvað, það var ykkur sérstakur tíminu ykkar eða? Já, það er einn servicemaður hérna hjá okkur Ívari sem er mikill Hemma Gunnsmaður. Já. Clemens Karl Guðmundsson. Já, við skulum bara skella á Hemma Gunn og svo komum við hérna, já, brátt aftur og þannig að það er ekki langt. Við verðum náttúrulega hérna alveg til 10 í kvöld, þannig að þið eru ekki að vera að missa neinu með torfæruna. Það er að segja, er þið ekki ábyggla, já, þú ert náttúrulega með konu, þú ert búin að spyrja leyfi? Já, sennilega. Já. Það kemur að ljósa ekki minn. Já, nákvæmlega. Bara ekki langt, góður. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Suðurland er staðurinn. Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 10:07 og það er 7. júlí. Og það eru góðir gestir hérna hjá mér. Það eru torfæru kappanir 10:09, hvað sagði ég? 10:07. 10:07, það er rétt, hvað er rétt. Það er svona þegar maður er aðeins rugglaður á fjósatímunum og fleira. En þeir eru góðir gestir hérna hjá mér. Það eru torfæru kappanir Læta hérna Eðvald Orri Guðmundsson, Ívar Guðmundsson og Snorri Þór Árnason. En torfæru keppnin fer núna fram bara næsta laugardag, eða ekki? Jósefsdal. Og við vorum að tala áðan hvað þetta væri svona dýrt og ekki dýrt sport og Ívar kom inn á það að það er ekkert að spyrja sig 70-an af hverju tók maður ekki þátt og bara meðan maður er lifandi.
Það lifir bara einu sinni. Já, en þið, það ekki, hver og einn bíl, það ekki með svolítið sponsor, það ekki? Eða sponsora? Jú, við erum með góða sponsora sem að hjálpa okkur að standa í þessu og okkur hafa auðra í þetta. Og hver svona styrkja því svona helst? Ívar, byrja þér. Það hjá mér að múr og bygging þjónusta Vertak. Já. Og raflagn þjónusta Selfoss. Já. Og svo pulsuvagnin. Já. Fyrir fría pulsu þá? Já. Ákvæmlega. En þér, Orri? Herru, það hjá mér, það CrossFit Hengill, þeir eru hérna sterkir hérna. Já. Svo ég með svo kallar bílalökkun. Brautufyrirtæki í hérna Reykjavík. 800 bar. Og svo Vífilfell. Já. Þú kemst í alla drikkina? Svona. Já, það vantar hérna, en hann ekki sponsor hjá þér hérna, einna yfirmennum minn, ég var í túnni. Jú, Flóafrölur. Já. Þeir eru hérna, hann á eftir útbúa miðan. Já, nákvæmlega. Það verður að minnast á það náttúrulega. Já. Má ekki gleyma því, þannig að hann verður ekki sár út í mig. Vist hann hérna á sama stað og ég þegar hann á Íslandi. Jú. En Snorri, hver eru svona helstu sponsorar hjá þér? Það eru nú nokkri hérna á mínu bíl sko, en það eru höfðabílar, það er bílasal í bænum. Já. Svo nú vinnustæðar minn, það er bílið þjónusta Péturs. Og svo það hálsnýstustofa í Hveragerði, Opus. Já. Og svo náttúrulega stæðstu tveir, það nú pabbi minn og Kjörís. Já. Þannig að þú ert með Hveragerði batteri þarna? Já, þetta stendur alltaf bakum hann. Það er náttúrulega gott, þannig að í rauninni erst þú Kjörisbílinn eins og kókumjólksbílarnir voru í den? Já, tæknilega sé ætti þetta náttúrulega að vera það. Já, Kjörisbílinn. Þetta er náttúrulega úr Hveragerði en það er eitthvað sem má ræða bara í seinni tíð. Já, segðu þú. Og það er kórdrengurinn, en hvernig er keppnin búin að vera svona fyrstu, þetta er fjórðum fyrir sem fer fram núna, eða ekki rétt hjá mér? Jú. Já, og hvernig eru fyrstu þrjárum fyrir búin að vera þarna í sérútbúinu, svona, hvernig er? Þetta menn að gefa allt undir núna, en ég reyndar sleppt einnig keppni, ég fór aðeins erlendis. Já, hvað ástæð þellast þar? Það er bara sína fjölskyldinni. Já, ok. En annars eins og Hella var fyrsta keppni og það er alltaf standað sér gríðarlega vel alltaf þar. Þar eru að tala vatn og mýri og það er svona flott fyrir áhorfendur. Já. Ég farin að halda að Tóffaruklúbur Suðurland sé bara að leika sér svona núna hérna raða í brautina því að Ívar Guðmundsson er fyrstur og svo ert þú síðastur. Og ég er síðastur? Já. Já, það getur nú oft verið gott. Já. Það getur bæði verið gott og vont. Já, eða í arma brautina svo kölluðu. Ef við förum eftir smástund hérna í gegnum brautina þarna í Jósefsdal, en ég ætla að spyrja ykkur, þið eru í götubílaflotnum og hvernig er svona Hassaninn búin að vera þar? Hann nú búin að vera nokkuð harður sko. Í fyrra voru þið ekki bara 4, eða þið voru óða fáir í fyrra? 4, 5 og 6. Já. Þannig að maður þarf að fara að koma sterkur þar inn bara næsta ári. Já, það erum að gera að fara að drífa sér að smíða bíl. Já, smíða, geti ég ekki bara komið á einhvern gömlu landkrúsir eða? Jú, við getum það sko. Já. Nei, maður verður kannski aðeins leiða menn í leiðinni. Já, verður velkominn. Já, maður er nú frá hæli bara einu sinni. Já. Og hvernig er staðan þar, svona? Ég man nú ekki nákvæmlega stöðu. Ég held að ég er efstur í Íslandsmótinu. Ég held ég 45 stig. Já. Og svo er Steini Bjarna. Ætli hann sé þá ekki með 40 stig, eða 42. Þú ert nú búinn að berjast við hann síðustu 2 ár. Já, hann er alltaf, hann er svona minn aðalkeppinautur og Steppi Bjarni þegar hann mætir. Já. Það kemur hann sterkur inn. Hann kemur alltaf mjög sterkur inn. Já. Búinn að vinna með í bæði skipti sem hann er búinn að koma núna. Já. Út af hverju? Ég er með, það er athyglisbrett. Já, það er það. Já. En hérna, já, þið eru allan að, ef við förum aðeins í gegnum Jósefsdal, það eru nokkra brautir og muniði, svona, hvernig brautinar eru þarna? Sko, brautinar eru nú aldrei alveg eins. Nei. En það eru svona oft mjög svipaðar. Svolítið gróft efni. Svona drulla og stórgrýti. Já. En þetta er fínt svæði. Skemmtilegt áhorf. Já, þetta er mjög gaman fyrir áhorfendur að sjá þetta og oft mikil tilþrifana. Já. Og mun ég sjá okkur að veltur hérna á laugardaginn? Alveg pottitt. Já. Og hver er veltimeistarinn svona þetta árið? Það er Orri. Það er Orri? Já, það er bara þannig. Er hann búinn að vera alveg veltimeistarinn núna? Já, hann sér þetta. Er ekki 1-1 eða hjá okkur? Nei. Nú? Nei, það getur ekki verið. Já. Þannig að Orri er allan veltimeistarinn eins og komið er? Já. Já, maður verður að vera meistari í ykkur í allavega. Já, okkur.
En hvernig hvað svona skemmtilegustu brautin ef ykkur ætlar að kannski nær bara hálfa deginum og... Ég myndi allan að freka mæta fyrir en snemma. Nei, fyrir en seint. Af því að með hvernig fyrstu 3 brautir eru, þá lítur það mjög vel út. Hvernig undirbúning fyrir svona eins og Jósefsdal? Getið þið tekið einhvern æfingarhring fyrir þetta eða farið bara blind í sjóinn eða? Við getum keyrt bílinn aðeins morgunum bara svona að prófa hvort allt virki og hvort allt svona sé eins og á að vera en maður fær ekkert að æfa sig í neinum brautum eða neitt svoleiðis sko. Nei. Þannig að það skiptir gríðarlegu máli að bíllinn sé í lagi og ekki síst kallinn sem er að keyra hann. Já. Og hvernig maðurinn er ykkur í lagi af þessum ökumönnum eða? Er ekki allir frekar bilaði sem er að keyra svona? Þetta er svo sem bara svo annað sport, þetta er bara útsjónarsemi og þú verður að spá í hvað þú gera, þetta er ekki bara að standa allt í botni og keyra eitthvað út í loftið. Nei. Þetta er alveg hellings, það hótt að speklar að helling í þessu. En nú er Torfæruklúbbur Suðurlands að halda þessa keppni og já, það eru margir góði menn á bakvið það og það er ekkert langt síðan að Torfæruklúbburinn var stofnaður svona formlega. Nei, hann er raun og veru stofnaður svona út úr öðrum klúbb og fólki sem búið að vinna í þessum Torfæruklúbb núna er að gera gríðarlega góða hluti. Héldu þarna 2 keppnir í Vestmannum, það voru alveg mjög skemmtilegar, vel að því staðið öllu saman og ég á ekki von á öðrun að þetta verði frábær skemmtun líka helgina og verði vel á öllu staði. Nákvæmlega. En við ætlum að halda áfram spjallinu hérna eftir smástund. Það er sjóðandi heitt inn í stúdíónu hjá okkur sko, þannig að við þurfum alltaf að fara aðeins út að anda svona inn á milli, þannig að fara ekki langt hlustu góðir. Það er bara, ég lofa því að það verður í mestalagi 2 lög sem að ganga hérna yfir. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með Gesti frá Hæli. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með Gesti frá Hæli. Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan er 20 mínútur yfir 9 og það er 7. júlí og þeir eru hérna hjá mér Torfæru kapparnir Ívar Guðmundsson, Snorri Þór Árnason og Eðvald Orri Guðmundsson. Ég gleym alltaf fullu nöfnunum næstuðinn, þannig ég þarf alltaf að kíkja á blaðið til öryggis, en það er bara fylgir þessu. Herðu, en Torfærukeppnin er í Jósefsdal næstu helgi í næstkomandi laugardag og já, muniði hvernig þetta byrjar? Veitur, ég þarf að tengja þið aftur inn. Hvað segirðu? Mæting klukkan? Ekki mæting 9? Já, hjá okkur keppendum er mæting 9. Já. Keppnin byrjar 1. Já, áverðu vera mætti fyrir 1 og þess að missi ekki hann einu. Já, það er mælt með því að menn mæti með pening en ekki í kort því að þá gengur þetta hraða fyrir sig. Já, pósin er lengi í ganga. Við ætlum að gefa hérna eftir miða og bara eina sem þið hlustundur þurfa að gera eftir er að ringja í 4800 963 og ég skal bara segja ykkur hvernig þið ringið inn bara á eftir og eina sem þið þurfa að gera er að segja mér bara hver er uppáhalds Torfærukappinn ykkar. Ekki hafa það þannig? Vil ég hafa hasar í þessu? Nei, þetta er fínt bara. Já, nákvæmlega. Herðu, en hérna við ætlum að fara aðeins í hérna Jósefsdal keppnina, svona gennum tíðina. Ívar, hver er svona þín skemmtilegasta minning af Jósefsdal keppni? Þú ert að fara að keppa þarna hvað sem eru 4. ári í röð? Þetta er nú allt mjög skemmtilegt sko, og ekkert svona kannski sérstakt stendur upp úr en ég veit alveg mesta klúðrið er hérna, það var 1 árið. Já. Þá fór ég hefði náð hliði tímabraut en náði ekki. Já. Það var súrt. Orri, hvernig er þín minning frá því fyrra? Tala aðeins svona í mækinn, þannig að heyrist ég Þú er svo upptekinn á Snapchat. Nei. Herðu, það er bara fín. Já. Ég vil ekki segja það. Nei, ég náttúrulega tókst að klúra tímabrautinni fyrra. Já. Og maður náttúrulega var bara nýr. Algjörlega. En þetta var svona bara geðveik keppni og ég held hún verið geðveik aftur núna. Tókst þú flotta veltu núna síðast. Já, takk fyrir að minnast að það. Og hvað?
Er eitthvað skömm í því? Er ekki bara 4? Ertu þá ekki með tilþrif? Nei, þetta er ekki tilþrif. Menn eru, það strax komin hérna inn á sporttáttinn að Orri muni byrja daginn á þessu svakalegri braut, þarna braut 1 í götubílaflótnum og ætla að keppnin byrja ekki bara á veltum, eða er hann nógu mikill maður til að fara alla leið? Já, þau náttúrulega verða að minnast á þetta út af því að ég veldi akkurat á sama stað og þessi braut þannig að... Já. Og þú ætlar ekki að gefa okkur veltu núna? Ég ætla að reyna ekki, ég ætla að reyna okkur stig en aldrei að segja aldrei. Já, en þessar brautir eru mjög krefjandi, það ekki, þarna, Jósefsdal? Jú, mjög. Það er alltaf að refsa mikið ef maður er að velta á veislunasta því að hún er svo gróf. Já, okkurlega. En hérna, svo farið þið, Snorri, hvernig er þín minning hérna frá Jósefsdal? Ég náttúrulega keppti bara fyrstan í fyrra en það var rosa gaman að koma í gegnum síðasta hlið og vita að maður væri í efsta sæti. Já. Þetta var fyrsti sigurinn. Já. Er þetta hvergeringur þarna sem er að... Nei, hann er öfundsjúkur. Já, já. En svona ef við förum í gegnum fyrstu 3 umferðirnar og ég byrja kannski að spyrja þig, Orri, hvernig ertu sáttu með svona fyrstu 3 umferðirnar hjá þér sjálfum? Nei, maður er náttúrulega ekkert sáttur út af að maður vinnur ekki, sko. Nei. En... Jú, þetta náttúrulega kemur bara í reynslubankan, sko. Er Ívar að halda þér í skefjum? Já, Ívar er alltaf að reyna að segja mér hvernig á að gera þetta, en svo gerir hann allt öðru sér, sko. Já, það er svolítið. Já. Þannig að, veist, maður... Ég kann bara rétt að líta á brekkurnar og svo veit ég ekkert meir, sko. Bara hann var á að fara hann upp og búið. Já. Hvernig er, Ívar, ert þú sáttur með fyrstu 3 umferðina þér? Já, ég svo sem eiginlega get ekkert verið neitt annað. Ég svo sem klúðraði þessu algjörlega upp á mitt einstæmi á Egilsstöðum en bíllinn er að grjótvirka og strákarnir sem eru með mér eru líka grjótvirka og þetta er alltaf svínvirka. Já, og Orri hlustar á þig og... Já, og veldur. En þú, Snorri, hvernig, svona, ertu sáttur með fyrstu 3 umferðina þér? Já, maður getur ekki annað en sáttur. Liðið stendur fyrir sínu og bíllinn virkar yfirleitt, þannig að það er ekki hægt að gráta í því. Nei. Og hvernig er svona, já, þið kannski stefnið náttúrulega allir á því að verða alltaf Íslandsmeistarar, það er aðal markmiðið? Já, það er engin lygi, sko. Nei. Hvað sem maður er nýr eða með reynslu, þá stefnir maður alltaf að því, sko. Er ekki einhverju reynsluboltar til hérna á Suðurlandi sem eru hættir í toppsvæðinu en eiga vera bara að taka þátt í þessu áfram? Það er náttúrulega fullt af gömlum hetjum hérna á Selfossi, sko. Já. Það eru náttúrulega alveg, sko, fullt af landfræðum torfarköpum hérna. Gunni Egils í Æskúl og Maggi Bergs og allar þessar hetjur. Þetta eru allt kallar sem eru búin að keppa í þessu mörg ár og eru svona alltaf eitthvað aðeins í kringum þetta en þá. Já. Komaður eitthvað að segja ykkur til? Nei, þeir svona standa á hliðalínunni og mæta nú yfirleitt að keppnir, sko, en það var mjög gaman að þessu. Þetta er eitthvað svona baktería sem að menn einhvern veginn losna ekki við. Og hvernig er hjá þér, Orri, ef ég byrja að spyrja þig, hver var uppáhalds svona keppandi þinn í den? Já, ég tel mig náttúrulega vera Grímsnesing og Gísli er náttúrulega Grímsnesingur, Gísli G. Já. Þannig maður svona, ég held að maður myndi segja hann, sko. Og þú varst búinn að segja þinn? Já, það er Halli P. Já, hann er góðsögnin? Já. En já, þér, Ívar? Þetta var alltaf Gísli og Gunni og náttúrulega Átni Kóps hérna alveg fyrst. Og er þessi kappar, eru þeir að mæti hverja keppni að svona fylgjast með ykkur? Já, það er sem ég sagði á þann að þetta er svona ykkur baktería sem menn losna ekki við og þeir mæta nú yfirleitt og eru svona að horfa og koma inn í pitt eftir keppni og svona eitthvað að fá í þessu. Það er mjög gaman að því. Já, nákvæmlega. En já, ég ætla nú að halda ykkur aðeins lengur, það er engin spurning að er að koma hérna partu 4. Ég sagði við hlustendur ég ætla að halda ykkur til 10 og við erum eftir að fara miklu lengra. Það er náttúrulega að fara í svona skrautlegustu keppnina sem þið munið eftir og já, svona skemmtilegustu minningar og fleira til. Við erum ekkert hættir. Það er bara þannig, við getum verið hérna langt fram eftir kvöldi. Enda besta sportið. Það er bara þannig. Það er ekki langt hlustu góðir. Það eru örstutt skilaboð og svo eru þeir hérna aftur hjá mér Orri og já, hann er bara farinn að Snorri og Ívar. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Suðurland
Á sportþáttin mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og hjá mér eru þeir torfærukapnir Orri og Ívar og Snorri. Ég ætla ekki að koma með full nöfnin eitthvað núna. Það heyrist ábygglega í ykkur núna, eða ekki? Það held ég. Það held ég nú. Það lítur að vera. Herðu, við ætlum að vera helviti gjamildi núna áður en við förum aðeins í að spjalla meira við strákana og við ætlum að gefa hérna á torfæruna miða. Og bara sá hlustandi sem ringir inn núna í 4-800-963, hann bara er velkomið. Það er 4-800-963 og það heyra allir hérna í hlustandunum sem ringir inn nema Snorri, hann veit ekkert, þannig að sá hlustandi sem ringir inn getur baktala Snorri eins og hann vill. Og það ringir ykkur inn, Suðurland FM, góðan dag. Góðan daginn. Hvað segir má bjóða þér mið á torfæruna? Það væri æðislegt. Já, hérna kannski bara byrja að spyrja hvað þú heitir? Alexander Bjarki heiti ég. Alexander Bjarki. Og Orri, hvað þarf hann að fá meira? Því að þú ert með þetta allt fyrir fram að þig? Kennitölu. Kennitölu? Já, kannski bara fyrstu 6 í kennitölunni? 15.05.00. 15.05.00. Og hver er upp á skeppendaðinn í torfærinu? Er það eitthvað sérstakur? Snorri. Snorri? Engin spurning. Þarna, hann heyrir ekki einu sinni í okkur. Já, ég heyri eitthvað. Já, heyrir eitthvað. Ég þakka fyrir mig. Já. Þetta er klíka. Herðu, það er glæsilegt. Hvað hérna vann hann núna? Þá miða á... Herðu, það er miði fyrir hann og +1. Já, +1. Heyrur það, Alexander? Já. Og þú getur nálgast miðana bara... Bara í hliðinu. Já, bara í hliðinu. Það verður nafnið og kennitala hans. Það verður nafnið og kennitalaðinn. Ok. Stórglæsilegt, bestu þakkir. Takk. Já, þarna var einn heppinn. Og náður að skrifa nafnið hans? Alexander Bjarki. Já, góður, þú ert með þetta allt á hreinu. Herðu, það er bara fleiri sem geta hringt inn í 4-800-963 og bara fengi miða. Suðurland FM? Halló. Já, góða kvöldið. Við getum talað ég. Helga heiti ég. Helga heiti þú. Og hérna, vilt þú fá miða á torfæruna? Já. Já. Og hvaða kannski byrja að spyrja þig, hver er svona upp á keppandi þinn í torfærunni? Snorri Þór. Snorri Þór? Hvað er Þetta er allt hérna tengt manni greinilega. Mamma og pappi bara. Þannig að Snorri Þór, þú færð hérna, nei Helga, þú færð hérna 2 miða og kannski fáið fyrstu 6 í kennitölunni þinni? Fyrstu 6 stafina. Já. 2602. Já. 54. 54. Glæsilegt, þú færð hérna 2 miða og færð á hlið. Helga, hvers dóttir afsakið? Það er gott að Orri sé hérna. Jósefsdóttir. Það er eins gott að hann sé með þetta alveg á hreinu hérna á Norri. Herðu, en hérna svo verð ég að spyrja þig rétt svo, hérna, já, hefur þú fylgst með torfærunum lengi? Bara alveg glæn í þessu. Já, glæn í þessu. Já. Og þannig að það keppni verður hjá nafna föðuðins, Jósefs. Já, Já. förum í dalinn. Auðvitað, ég spurja því. Herðu, ég þakka þér kærlega fyrir Helga og til hamingju með miðana. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Já, næsti, já, bara það er einn í viðbótið, ekki? Jú, er það ekki bara? Já, það er hérna, þið getur hringt inn hérna í 4-800-963 og hér hringir síminn. Suðurland FM, góða kvöldið. Góða kvöldið. Já, við hvern tala ég? Jón Þór heitir hann. Hvað segirðu, Jón Þór? Já. Já, hvað svona ertu? Antonsson. Antonsson. Eru þið langar í torfærinu á Jósasdal? Já, endilega. Já, og hvað er hérna svona upp á skeppandi þinn í torfærinu? Ég veit nú ekki að Orra 1 stig hérna, sko. Orra 1 stig, já. Orri er ábygglega búinn að vera hérna í símanum núna að senda SMS bara. Já, ég veit að ég var að fara með vorkir honum. Já, það hlaut að vera. Herðu, svona fyrstu 6 í kennitölunni þinni? Það er 021166. 021166. Stórlega, hver er hérna, hefur þú fylgst með torfærinu lengi? Já, ég hef fylgst með þessi 30 ár. 30 ár? Já, ok, og hver er svona upp á skeppandi fyrir og síðan, fyrir utan Orra? Ég segir að Átti Kópsson var náttúrulega rosa skemmtilega og Gísli. Já. Þannig að þeir voru nokkur og bróður minn keppti með einu sinni í þessu, þannig að maður á marga átöðandur. Já, nákvæmlega. Og ert þú búinn að ferða á keppninu allar eins og getur eða? Það er sem er nálagt. Já, nákvæmlega. Jón Þór, þú unnið þér inn 2 miða og þú bara mætir hérna við hliðið. Hefur, takk hérlega fyrir það. Takk að þessum leiðis. Já, bless. Já, því miður þá erum við búin að gefa allan miðana núna. Þetta rann út eins og heita lumur. Snorri er greinilega vinsalastur.
Já, þetta fylgir manni. Já, og síminn heldur áfram að pípa alveg á fullu. Það alveg bara, hann stoppar ekki síminn núna. En hérna... Hjálpa til að hans Íslandsmeistari, sko. Já, ef ekki bara, ef að svekja þennan sem að hringin. Jó, það ekki? Já. Suðurland FM, góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Það svona með toppfæruna? Hvað segirðu? Við það svona með toppfæruna? Það nýbúið að gefa út alla miðana, en þú... Já, alltaf læg, en þið eru með bróðum minn hjá okkur, Snorri, ég heiti Eva. Já, þetta systir en Snorra. Það bara svolítið. Og hann þá væntanlega upp á skeppendið en Snorri? Já, klárlega. Þú verður kannski að segja okkur snöggast, hvernig ökumaður hann svona í dagstaglega lífinu fyrir utan keppnir? Hann mjög góð, held ég. Hann alveg rólegur þar? Já og nei. Já og nei, já. Við kannski förum ekki náttúrulega við það, en hann fá ekki einhverja sektir heim til sín. Herðu, bestu þakki fyrir að hringja. Já, ekki máli. Og blessaður. Já, bæ. Já, það nú það. Það var það svekja eitt keppnand og það var sýsti. Já, sýsti mín. Ég gef henni þá bara miða. Já, var hann kannski búinn að hringja alla 5 miljónur á hann? Það hlýtur að vera. Hann Snorri? Já, klárlega, sko. Já, lítur út fyrir það. Já, hér litli bróður hans og mammas og bróður hans, nei. Já. Herðu, en svona, ef ég ætla að halda áfram með að spjalla hérna torfærinu og ég byrja kannski á þér Orri, hvað svona, finnst þér, hvað þið finnst svona skemmtilegast í torfærinu, svona skemmtilegasta minningin? Hvað sem þú varst keppandi eða áhorfandi? Já, ég myndi segja skemmtilegasta minningi, þegar ég náði bara á Ílstömi fyrra. Já, þá hlustaður og Ívar sem sagt, að ykkur viti? Já, þar neytist ég til þess. Já. Gekk svo illa hjá honum, en vel hjá mér. Já. Ef það einan staðan fyrir það gekk vel? Já, ég held það. Þið svona vel tengdir að annað hvort ykkar verður að ganga illa á hinn vel? Já, við náttúrulega ferðumst alltaf saman, sko, úst á alla keppnir. Og það alltaf lágmark 1 bikar heim. Já, það bara þannig. En það aðeins í þetta skipti. Já, náttúrulega. Snorri, hvað svona besta minning þín úr þessu, eða svona skemmtilegasta? Skemmtilegastu minningarnir eiginlega svona hópurinn í kringum þetta. Jú, það gaman að taka þátt í þessu og keyra bílinn og allt það, en hópurinn í kringum þetta alltaf gríðarlega fjölmennur og þetta bara mjög gaman, sko. Nákvæmlega. Herðu, við ætlum að halda áfram að gefa miða eftir smástund. Það að bæta stuði hérna frá torfæraklúbnum. Þeir eru gjafa stuði. Já, þá eru nú að hringi systeminn tilbaka. Já, Ívar, hvað besta minning þín? Ég verður að vera sammála Snorra við því. Það bara allt uniti sem í kringum þetta. Já, nákvæmlega. Bara allir félagamanns og þetta svona bara stór stemming. Já. Bæði á leiðinni og ferðarlögin og allt sem að því tengist, þetta allt mjög skemmtilegt. Okay. Ég verð að vera sammála þessu. Já. Bara svona með. Já. Herðu, við erum komið með hlustandi á línuna. Góða kvöldið. Já, góða kvöldið. Góða kvöldið. Langað þér á torfærinu í Jósefsdal? Alveg rosalega. Já. Og hvert nafn þitt? Ég heiti Elín Borg. Þú heitir Elín Borg? Já. Og hvers dóttir ertu? Ég Gunnarsdóttir. Gunnarsdóttir? Þessa kannast ég nú ekki. Ert þú núna að fá einhvern aðdáðanda? Ég á hérna flottasta gæjan hérna, sko. Já, er það þá Snorri? Nei. Það enga ríkjur, þetta mamma. Þetta mamma, já, þetta svona mamma þín sem ríkir núna. Já. Þetta gekk ekki, það var enginn búinn að hérna kjósa hann upp á alls, þannig að sko mömmur standa með sínum. Mamma standa með sínum? Já. Herðu, hvað Ívar, hvað eru fyrstu 6 kennitölur á mömmuðinni? Ég heyr ekki alveg í þér. Það 041158. 041158. 041158. Hvernig svona hérna stemningin að fylgjast með síni sínum keppa? Verður aldrei stressuð? Jú. Já? Mjög. Já, en þeir róa mig allir bræður hans og pappan, þannig að ég verð bara sætt með við þetta. Þau halda í því bara? Já, nei, hann bara flottur í þessu. Já. Hvernig svona, hérna, þegar hann fer fyrst að keppa og þú horfir hann í fyrst skipti, ertu þá ekki upptekinn að hræðslu bara? Jú. Já? Bara mjög. Já. Ég var nú kannski meira hrædd þegar hann var á hjólunum, crossorunum, það þeir nú betur varðir á þessum bílum heldur en í motocrossinu. Já, þannig að þetta leggst betur í því. Þetta venst allt, sko. Já, nákvæmlega, þannig að þú ert honum vönu öllu. Bara flottu bílstjóri, þannig að þetta bara gengur vel. Hefur hann ökugenin frá þér? Nei. Það er alveg hreinu. Nei. Ég bæði hægar og varm og hérna svona
já, hvað ekki öruggar en svona, já, ég keir ekki svona glannarlega. Nákvæmlega. En hann kannski gerir það ekki allir jöfnu, ég er nú ekki að segja það. Nei. Það bara í þessum brautum. Eigum ekki að halda því fram og vona það. Elínborg Gunnarsdóttir, þú mætir á hvetur sögundin áfram. Ég gerir það. Já, og hver er næst upp á sögumæðurinn þarna? Orri hlýtur að vera. Orri hlýtur að vera. Ég er jánaður að heyra þetta. Og þeir eru að fara núna heilir í gegnum þessa brekkur, eða ekki, báður? Já, hlýtur, jú. Glæsilegt, Elínborg. Við bara vonum það og segjum bara gangið vel. Já, takk fyrir að hringja. Ok, já, þarna var Elínborg að tryggja sér. Við erum að gefa meira, eða ekki? Jú, við ætlum að gefa meira, en það er nú kannski rétt að minna á það, þessi torffæra, að hún heitir Topplausna torffæran. Topplausna? Topplausna. Já. Og þetta er, já, hún heitir þetta, þeir bara keyptur henni nafni á þessu keppni og eru styrktar aðilar. Já, nákvæmlega, þannig að topplausnir aðal. Topplausnir? Já. Já, með alla lausninnar. Það er bara þannig. Herðu, við erum komið með annan hlustendalínuna, við erum að gefa meira. Já, góða kvöldið. Góða kvöldið. Hafsnið heiti ég og við sitjum hérna þrír, Jóhann Viðarsson og Geir Höskuldsson sem eru nú með Snorra í liðinu. Djöfull ís mig vel á þetta. Já, hann er Snorri fær enn eitt aðdándaklúbbinn hann. Já. Við ætlum nú bara að skila kveðju, ég hugsa að þeim vanti ekki miða. Nei, þeim vantar ekki miða, það er stórgleði. En hvernig er að eiga við hann Snorra? Já, þeir verða nú að segja til það, strákanir, þeir segja því mjög auðvitað að segja við hann. Já, er það? Já, toppmaður í alla staði. Já, nákvæmlega. Það er ágætt. Það er hauga lígi. Herðu, það var heppilegt að nú var hann komið með heyrnartólin á sig, þannig að það er ekki hægt að baktala núna. Nei. Herðu, við skilum kveðju og þakka fyrir góðan þátt. Já, takk svo mjög þess. Já, þú ert með stóran aðdándaklúbb, Snorri. Það lítur út úr það. Já. Herðu, við höldum áfram að gefa miða, það er 4800-963 og það er komin hlustendalínuna út á Suðurland, góða kvöldið. Já, góða kvöldið. Og hvað heitir þú? Ég heiti Sóley Rutt. Hvað segirðu? Sóley Rutt. Sóley Rutt. Og hvernig þið langar að torfæra á laugardaginn, eða ekki? Jú, auðvitað. Já, og hvað heitir þú fullu nafni? Sóley Rutt Guðnadóttir. Guðnadóttir. Og fyrstu 6 í kennitöluðinni? Það er 130792. Já. Og hver áttu ykkur upp á keppanda? Já, Snorri Þór. Snorri Þór? Hvað er þetta? Snorri? Ég kannast ekki til þessa, sko. Þetta er 90 eitthvað, þetta er netkynnslóðin. Sóley Rutt Guðnadóttir, ertu búin að fylgjast mikið með torfærinni? Já, bara Snorra. Já, bara Snorra. Hann þekki mig alveg. Já, þannig að þú fylgist bara með honum. Já. Herðu, þú ættir að fylgjast með 2 öðrum köpum núna, líka. Já, það var í orða. Þeir eru víst rosalega góðir að velta og svona. Já. Allavega orði, hann tekur það að sér. Já. Jæja. Herðu, til hamingjum með hana, Sóley Rutt. Já, takk fyrir þetta. Hringja. Já, hvað ættir að gefa mikið núna? Það er 2 í viðbótið, ekki? Jú, er það ekki? Jú. Ég tölu á. Suðurland FM, góða kvöldið. Suðurland FM, góða kvöldið, afsakið. Já, heyrðu mér? Já. Já, hæ, herru, ég ætla nú bara áskonum Snorra til hamingja því ég kemst ekki á torfæruna, bara hann að gangi vel. Já. Er þessi þáttur Snorra? Hvað er í gangi hérna? Herru, ég heiti Björgvin, hafið alveg hver ég er öryggisverðið þessi kórtas. Já. Það er svo ég segi, bara hann að gangi vel því annars er ég komið. Já, nákvæmlega. Og þú fylgir þessum kappa eftir alltaf? Herri, já, það var gaman að hann fylgist með honum að laga bílinu og svona stundur á nóttunni. Já. Nákvæmlega. Herri, bara, ok. Bestu fyrir, þakk fyrir að ringja, Björgvin. Já, það er bara Snorra línan. Egið þið enga vinistrákar? Já, þeir eru náttúrulega ennþá í götubílflónu, eru ekki sér útbúin sem líta niður á... Jú, það er einhvern veginn þannig. Nei, ég segi svona. Nei, en... Ég var að segja þig hvað. Hann ætlar að spara sig. Herðu, en það er náttúrulega verið með þá að gefa miða, þannig að þið getur bara hringt inn hérna í 4800-963 og fengi hérna miða á torfæruna í Jósefsdal á laugardaginn næsta. Við ætlum að halda áfram að spjalla torfæruna hérna, já, hún er næstkomandi laugardag og markmið ykkar fyrir laugardaginn, hvernig er það? Það er að vinna. Það er að vinna, þú ætlar að vinna? Já, það verður lítið að leggja stað í þetta fyrir minna, held ég. Já, nákvæmlega. En þú, Snorri? Já, ég veit það nú ekki alveg, ég ætti allavega að taka 1 bikar. 1 bikar? Já. Það er sama hvaða sæti það verður, en svo getur vel verið að til þeirra velunin komið í hús núna.
En það náttúrulega að gera að mæta í torfærukennina í Jósefsdal á laugardaginn því að keppnin hefst klukkan 1 og miðað verið 1500 krónur. Orri, þú ætlar ekki að velta, segirðu? Herru, nei, það víst bannað, maður fær ekki stig fyrir það. Já. En ég ætla ekki að gefa Ívar eftir, sko. Nei. Þú veist, þó við ferðum, þá bara verð ég að fara með bílinn öðru segim. Já. Við erum kannski með hlustanlega Suðurland FM, góða kvöldi. Já, góða kvöldi. Góða kvöldi, við kannum tala við? Elías heiti ég, Arþór. Elías Arþór? Já, eitthvað kannast maður við þann? Nú. Já. Hvað er hérna, svona fyrstu 6 kennitölunnið þinni? Er það 2811 94. 2811 94. Og hver er uppáhaldskeppandi þinn? Helgi. Helgi? Já. Já. Jú. Ok. Þá bara þau. Herðu, bestu þakki fyrir að hringja. Herðu, álítið. Já, eitthvað stutt í þetta. Herðu, svo verðum við að minnast á hérna 16. og 17. ágúst. Já. Þá er hérna alþjóðlegt mót á Akureyri. Já, FIA mót. FIA NES mót. Ok. Það koma útlendingar og þetta var fyrir 2 ára líka og það var gríðarleg stemming. Já. Þá voru held ég 9 útlendingar og það verður eitthvað svipað í ár. Já, okkurlega. Og þetta er frábærkjafn, þetta er semst laugardag og sunnudag. Þannig að þetta er 2 daga veisla. Já. Þetta er líka flott svæði fyrir áhorfendur að koma og horfa á. Það sést allt, þú ert ekki að vera að labba hérna í ringi svæðið, þú bara plantar á einum stað og sest niður og sér alla veisluna. Það er allt fallegt við Akureyri. Það er nú bara þannig. Já, og hvernig sagður að sú keppni verður? Hún er 16. og 17. ágúst. 16. og 17. ágúst? Já, laugardag og sunnudag. Já, fresta hestaferð þá, Helgi. Það er bara svo list. Já, nákvæmlega. Herðu, byggarinn sem að, ég hef með spurningu frá hlustenda Snorri, byggarinn sem þú ætlar að ná þér í, er það velta dagsins? Kannski ekki velta dagsins, en það verður allan eitthvað til. Ég ætla nú frekar að reyna að fljúa eitthvað fyrir áhorfendur. Hæ? Ég ætla að reyna að fljúa eitthvað frekar, taka eitthvað barð og reyna að stökkva eitthvað fyrir ykkur. Já. En vitið hvað eru margir að keppa þarna, núna í Jósefsdal? Voruð þið eitthvað búin að skoða það? Ég held að séu 13 bílar skráðir. Já. Hvað, ekki 4 í göttubíla og restin í Það er þá 9 í hinum. Já, nákvæmlega. Takk Snorri. Já. En þetta voru afföll á Egilsstöðum. Mikið að veltum og svona, það brasi á mönnum að koma bílunum í stand, en þetta verður virkilega gaman einhvers yfir. Já, þetta verður allan að það verður sérstaklega veltur þarna held ég, því að allan svona með það sem að síða myndböndum að þá í Jósefsdal þá eru hressilega veltur þarna. Þetta er gríðarlega áhörðavænt sport, bara öllu leiti held ég. Endilega koma með krakkana og skella sér. Já. Þetta er alveg fjölskylduferð. Þetta er góð fjölskylduferð, 1 laugardagur, farin í þetta, fullt af tiltröfum og þetta er bara stórkostlegt. Og þetta byrjar klukkan 1 og hvernig haldið þið svona sirka þetta verið búið? Klukkan 5. Klukkan 5? Þannig ég get bara mætt þarna og farið í fjósi líka? Já, það er bara allt í búði. Já, það er líka kostu fyrir foreldra, það er frítt fyrir 12 ára yngri og börnin hafa gríðarlega gaman að þessu. Já, ok. Það er glæsilegt. Þannig að það er fínt fyrir fjölskyldumennina? Já, svona eða átt nóg af þessu. Já, nóg af þessu, já, nokkulega. Herðu, svona í lokin, er eitthvað sem við erum að gleyma? Nei, bara minna á það enn og eftir að þetta sé topplausna torfæran og topplausna? Já. Nákvæmlega. Og hvetjum alla til að mæta. Já, að gera, byrja klukkan 1 og þið lofið alvöru sýningu. Það sjálfsög. Alveg pottitt. Þetta er stutt frá Reykjavík. Stutt frá Reykjavík, já. Þannig að við viljum sjá fullt áhorfendum. Nákvæmlega. Herðu, ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og bara óska ykkur góðs gengis. Takk sem leiðis. Og sjáumst á laugardaginn næsta. Já. Já. Hlustundur, þeir getið náttúrulega, já það er einn miði eftir, þannig að þeir getið bara hringt inn núna ef þið viljið 4-800-963, það er síðasti miðin í boði. 4-800-963 og ef engin hringir þá eru við bara hefnir að þá er einn laus miði bara þarna sem að ég tek fyrir mig. Nei, en ef þið viljið þá hringið bara 4-800-963, það er ykkur í feimnið að hringja núna, fá miða. Og svo er náttúrulega leikur á Facebook og endilega kíkja á það. Það er leikur á Facebook hérna í gegnum Torfæruklúbb Suðurlands og ég er að fá allar upplýsingar hérna beint í aðeins með það. Það er nú bara þannig. En hvað hérna,
en Orri hann svona líklegast til þess að velta ef ég þyrfti að tippa á eitthvað. Hvað meinar hann? Bara svona með það sem undan er gengið, þá eru mennar að tala um það. Já. Við getum allir oltið maður. Já, nákvæmlega. Og erum allir búin að velta. Og er það skemmtilegt samt, eða er það hundleiðilegt að velta? Það er bæði skemmtilegt og leiðilegt, það fyrir eftir hvað skemmist mikið. Já, nákvæmlega. Herðu, ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og verið sæl. Við heyrjumst næstu, sjáumst á laugardaginn. Já, farið ekki langt sportaþurinn verður hérna áfram með ykkur hérna til 11 í kvöld. Það er eftir Rúnar Hjálmarsson, frjálstæðþjálfari, og svo ætlum við að sjálfsögðu að tala um HM og fleira til. Farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.